finnst alltaf að þú lappir inn í stúdíu og breytir einhverju. Það er eitthvað svakalega orka hérna. Ertu með tóbak? Það er með svo skrítin orka hérna. Já. Er það satt? Ég er með svona. Ég er með svona. Getur ekki, já, endilega. Já. Ég er líka með kveikjara. Ég var hérna. Sko, hérna finnur sér skrítin orku því að hérna það er 3-4 konur búin að tala eldgos og hamfarir og eitthvað svona. Já. Og það er skrítin orku, ég held að tala það. Nei, hér inni, í stúdíunni. Já, það vantar smá svona, Eitthvað svona rosalega þungt. hvað var verið að tala um? Ég veit það ekki. Hvað sögðu? Pasar, með grimma og snar. Gengur ekki að setja gæði í þessu stúdíu. Pasar, með grimma og snar. 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 Hreinsa. Við höfum þurft að reykja hérna inni. Já, Ég er bara ekki með tóbak. ég er með sígarettur, það er svolítið sterkar. Hvernig sígarettur? Prince? Ha, Lucky Strike. Herðu, Ef að púa eina kannski smá. Bara til að ná sér orku út. Já, ég var að láta hana, Já, eða ég veit það ekki, eins og þú þolir. og það getur svona slögt á sér sjálfa. Hei, Já. þúsundkallina, hvað skal vissu af því? Þessi þúsundkall er búin að vera hérna í 2 ár eða eitthvað. Ég bara spá hvort ég eigi að láta það bara vera. Já, þarfst að drepa í þessu. Komdu bara með þetta hinga, svo erum allavega með auga á þessu. Já. Já, slöknar ekki á þessu sjálf. Jú. Jeps. Gef mér smá tóbak. Ég ætla aðeins að púa á þetta. Þú getur sett líka naglalakk, ég ætla að næstu þá kemur lakklyktin, hún hreinsar líka. Já, ha? Nei, ég segir svona. Við pröfaði. Beitum bara öllum ráðum. Já. Lucky Strike. To make yourself lucky. Það er eiginlega búið að gerast. Heyrðu, sumarfrí búið og það var þarna Já, búið. heimavinna sumarsins. Var einhvern veginn eitthvað á þá leið. Ó, þetta er alveg svakalega síkara. Já, ég veit. Slöknar í þessu sjálft. Já, já. Ok. Hérna, Úslega reykur. heimavinnan var, ég ætla ekki að segja þetta hljómið svona yfirborðslegt. Það var að, Getur ekki haft eitthvað annað plast ef þetta heyrist. heyrist þetta, ok, Já, ég skal hætta að vera með. Hérna, ég er með eitthvað spáspil. Nei, það má ekki koma nagla. Nei, bara aftan á það er allt í lagi, bara flott. Ok, það er bara svona art. Já, og ja, það var eitthvað á þá leið að svona eiginlega vera í núinu í sumar. Hvernig hefur það gengið?
Þú veist, ég var ekki beint að eiginlega, það var svona... Ég og Sigga Kling vorum í síðasta þætti. Já. Sást hann? Sko, ég er ekki búin að horfa á hann, sorry. Nei, ekkert mál. Sorry, I'm so sorry. Hún bara, við vorum að tala svo illum núi að ég Já, veit ok. ekki hvað núið þetta félag. Nei, ok. Það var samt ekki það var eitthvað svona, hvað hljóð er þetta? Er eitthvað svona shamanic ceremony í gangi? Gunnarsmári er í, byrjar í shamanism. Já, hann er orðin svo, hann er svolítið mikið að opna sig. Þetta er svona svo shamanic drums. Heyrðu, já, núið, það var eitthvað, hjá mér var það bara eitthvað svona hafa gaman, þú veist, gula árið. Ég veit ekki alveg. Nei, þetta var svona rétt fyrir sumafrí. Ég er ekki búin að gera heimavinnu. Guð, Fyrir hvað? Ég er ekki búin að undirbúa neitt. Taktu mækin aðeins ofar, held ég. Já. Þú veist, svona, þú veist, að þér. Halló, yttur. Og aðeins nærðir. Það var Heimavinnu fyrir hvað? þetta var ekki heimavinna fyrir þáttinn í dag. Já. Og hvað kom út úr þessu? Hvað sagði Hverju? Sigga núið? Við vorum bara eitthvað að tala hvað þessi, að því að þú veist, það er svo mikið rólegheit sem fylgja þessu, sem er náttúrulega óslega leðalegt. En ég, rosalega gaman að fá hana og ég held að ég verið eitthvað skrítin í þættinum, svo horfði ég aðeins á það með Varstu ekki skrítin? ekkert svakalega. Þú veist, ég var alveg svona allt í lagi. Og já, en fólk er alltaf að segja að ég sitji skringilega. Maður á að sitja svona í svona. Já, með opinn svona brjóstkassan og svona. Svona, Já. Ég menn, er það ekki bara til þess að hljóðið berist einhvern veginn? Ég held að sé, það er eitthvað svona dignity. En mér langar svo að vera meira afslöpuð í, þú veist, að því að þetta er hasaþáttur og mér langar að vera meira chillinu. Já. Heyrðu, en já, það er rétt. Sumarið búið og Og þar kom hitabylgja? Ekki búið. Er að koma hitabylgja hérna? Ég get ekki ímyndað mér annað. Ég get ekki ímyndað mér annað en að fáum hitabylgju. Nákvæmlega. Af því síðasta árið þá var ágúst og september bestu mánuð. Já. Já. Ég meina, gróðurinn er alveg bara er í toppstandi. Já, nákvæmlega. Ég bara get ekki ímyndað mér annað. En lastu eitthvað svona veðurfréttir? Nei, þetta er bara, þú veist, þú bara horfir á gróðurinn og horfir á bara, hann bara á sterum og það er bara, þú veist. Heyrðu, þetta er, sorry, já. Ertu með auka glas þarna? Já. Af því þetta Reykjels er ekki að slökka á sig, sko. Það er líf í svolítið þessu. mikið. Já. En sígarettan, ég slekki þessu. Já, Viltu þetta? Nei, takk. Akkur þetta með Lucky Strike? Þetta er bara síðan ég var í iðnskólanum 1999 þegar það kostaði 250 krónur í tvistinum sem er Loki í dag. Þá kostaði Lucky Strike 250 krónur. Ég er bara föst þar. Þú veist, það er bara margir partar af mér sem er ekkert búin að þroskast. Þú veist, ég var í dag að kíkja, þú veist, bara hvað er iðnskólinn? En að hann heitir tækniskólinn. Já, nákvæmlega. Þú veist, sumir myndi aldrei vilja segja að menntastofnun lín, þú veist, bara, maður festist bara einhvers þar. Gautir í Disneylandi núna. Já, er það parturinn af honum sem er, þú veist. Þeir eru bara í Disneylandi. Vá, hvað það er æðislegt. Já. Það er keðveikt, sko. Það er æðislegt. Já, einmitt. Ég man samt þegar sígarettina kosti eitthvað 67 krónur. Vá. Og ég held að það heita Cool eða, nei. Já, vá, en rosalega hefur það, hvað varstu? 11 ára. Vá, það er rosalegt. Það er kannski fyrir myndbreytingu. Já. Nei, það er eftir að... En manstu eftir 50 kallinu sem var seðill?
Brún, Já, brún, auðvitað. já, nákvæmlega. Ég meina þú með búðinni og pappaðinum. Já. Já, Ég man eftir alveg rosalega mörgum seðlum. já. Líka þegar konungurinn var á seðlánum. Það? Vá. Danski konungurinn, sko. Vá. Það er mjög verðmætt. Það var áður en ég fættist. Það var aðeins áður en þú fættist. Já. Já. Samt við vitum ekki. Nei. Einmitt. Já. Já, það er bara svona ýmislegt sem maður bara svona festir sig í. Maður er að passa sig kannski á því að, að trúa ekki á neitt svona að eitthvað ytra skuli redda málanum, held ég. Þú veist, eitthvað að slá í gegn eða klára þetta nám eða fá þessa vinnu eða... Akkur þú segir þetta out of the blue? Samt þetta slæri alveg beint í mark hjá mér akkurat núna. Þú veist, hvað er komin á miðils, var eitthvað svona space miðil sem hoppaði inn í þig. Ég er hún pínus, ekki svona skegn, ég er hún svona smá svona meira, nei, þetta er ekki þannig, við vorum líka að tala um þetta áðan, en þarna, já, ég er líka bara að vera að hugsa um þetta. Hvernig þú veist, maður getur fessi í einhverju, einhver ákveðin lína að ganga upp í lífum hans Já. eða eitthvað í þessu ytra, maður verður að vera svo ógeðslega auðmjúku fyrir lífinu. Já, nákvæmlega, ég var akkurat... Það er þessi, þú veist, hitt er bara stípunni. Og þú veist, einmitt, maður verður bara, ég held þessi auðmygt, sko, var ekki talað svolítið mikið um auðmygt. Sko, Eða æðruleysi, hvað er það? Sko, það sem að er náttúrulega hluti af fíkn, sem að, þú veist, það er þetta stóra ego, það var sagt, sko, ef þú spyrð, þetta var svona gamla dag, karlkyns alkoholista bara, hvað er þín æðsti draum? Það er að vera forseti Bandaríkjanna. Að þetta sé svona hápunkturinn alltaf af fíkni egoinu. Þú veist, að ego, að þú vilt bara eitthvað stórt eða ekkert. Nákvæmlega. Og svo er það, þú veist, eins og við stundum talað um að því meiri sem auðmýktin er, því auðveldar áttu með það sem við getum orðað sem lægri stéttir, hvernig við viljum orða það, en þá getur verið að sjáu meiri auðmýkt í því og ég var akkurat í dag að skoða hvað er egoð mitt, þú veist, egoð mitt með ótt að við álít annara, hvað finnst þessum ef ég er að vinna svona, ef ég er að vinna svona. En svo allt sem maður gerir í auðmýkt verður það besta fyrir mann og allt sem maður gerir með egoinu, það verður helvitið manns. Akkurat. Þú veist, egoið leiðir, eða hvað sem við köllum þetta, er þetta ekki nóg cool, þetta er ekki nóg flott. Já, en það, einmitt, og þá er maður, einmitt, fyrir ekki að... Nei, og það er akkurat, ég var að hugsa þetta bara rétt áðan, þú veist, hvaða, við erum ekkert lengur, eins og var alltaf bara, vá, amma mín var tannlæknir alla ævi, þú veist, bara ein braut. Skilurðu? Erfitt. En kannski ekkit ef maður er á rófunu, þá finnst maður óslega gaman að gera bara sama aftur og aftur. Eða, Ég skil, þú veist, fílar það, en ef maður er, þú veist, ef maður er útkverfirófunu, þá er það náttúrulega hendar það ekki. Þeir sem eru útkverfirófunu eiga náttúrulega að leyfa sér bara að gera alls konar. En þeir sem eru á einhverfirófunu, En mér flottur þessu punktur sem þú ert að koma með, akkur þetta, það er ekkert þarna ytra, þú veist, maður getur ekki verið að bíða eftir þegar þetta gerist, þá er ég komin, eitthvað svoleiðis. Og líka meira en það, einhvern veginn að, þessu auðmýkt, sko, að þetta er svo ótrúlega hverfult og líka bara, og hvað skipti þá máli á endanum? Já, mér langar svolítið að vera bara eitthvað að leika mér. Þú veist, eða vera allavega þannig undirbúin fyrir ellina að ég geti verið, haft húmor fyrir lífinu, haft húmor fyrir sjálfur mér og geti verið að leika mér einhvern veginn, þú veist, verið það barn sem að verður
á að geta orðið þegar maður er orðinn gamall. Já. Og líka geta reitt með á aðra, geta beðið hjálp, allt þetta sem börn gera og já, þú veist, það er ekkert allir sem ná þessu. Nei. Ég held að Kannski þessi farnir kunst. að kólna bara einhvern veginn. Já, ég veit ekki, auðmýktin. Mér finnst þetta svolítið góð punktur út af því að ég sko var að hugsa þetta bara í dag og í morgun og hvað, þú veist, er það egoið mitt sem vill að ég gera þetta eða er það, þú veist, þarf ég að fara í auðmýkt, svo finnst mér það sem að hjá mér hættulegt, sko, auðmýkt og svo er að láta sig bara hafa eitthvað anskota og brenna út í auðmýkt, skilur þú veist, það er það sem að ég er svona, þú veist, er ég að setja mörk eða er ég að fara auðmýkt til þess að ég fá leyfi til þess að brenna út? En maður þarf kannski líka á svona milli, þú veist, þegar eru svona stór kaflaskil í lífum hans að að það þarf að vera smá andrými til að átta sig á, þú veist, til að geta verið á innsæðinu og átta sig á hvað skref maður tekur næst. Já. Og þú veist, alls er bara í leiksýningu, þú veist, það kemur nýrkafli að skipta út leikmyndinni, það er eitthvað svona, þú veist, það er svo mikilvægt heldur. Já. Að svona fá að setjast í sig eftir miklu atburði og og átta sig hvert maður vill fara, ekki einhverju flemtri að finna eitthvað, hvað, þú veist, af því að ég veit það ekki. En heyrðu, ég fór í ræktina áðan og ég man ekki, þetta er ekki deadlift, já, þetta er svona skot sem er svona, það er bara að segja að því ég er óslega stolt að ég var að gera þetta. Og svo eftir þetta, þú veist, ég er svo þreytt í augun, má maður ekki nutta augun? Veitu hvað, í hvað samhengi? Ég bara, þú veist, það er alltaf verið að segja manni, ok, ég veit maður má ekki snerta auguna því eitthvað getur komist inn í augun, en að nutta svona augnlokin og mér svo, eins og að sé eitthvað svona taugar og vöðvar af því þú er svona jóga, þú veist, maður læri alls konar líkamann. Ég get bara sagt ég get nutta mjög fast á mér augun, gerir fólk þetta ekki? Ég meina það nuttar augun þegar það vaknar. Ég held að það sé bara allur gangur því ég get sagt eitt mjög skrítið. Ég vil fá svar frá okkur augnlækni ef einhver augnlæknir er að hlusta að horfa. Já. Að bara senda þættinu svar. Akkur má ekki nutta augun? Maður nuttar augun á mótnana en ég var svona mjög mikið að nutta og konur svo að horfa óslega mikið á mig. Ég meina að ef þú ert með þetta að nutta það er alveg skriljón taugapunktar og bara gott að gera þeim. Já, ég er að tala um þetta, hérna augun. Þú veist, nutta í gegnum augnlokin. Ég ætla að segja langa stutt að dæmisögu. Hún stutt og löng sem tengist þessu. Stutt. Og og nú er ég að gera svona hálfpartinn auglýsingu fyrir góða vini sem búið fyrir norðan á Svalbarðseyri. Þetta er ekkert auglýsing, þú Þetta er ekki auglýsing, ég bara segja frá þessu. Og þau eru hún er jógakennari og hann svona, og líka í leiðsögn. Og þau eiga svona ljós sem kallast, eitt nafn heitir Pandora's Light og þetta er bara alveg rándýrt ljós og þú ferð undir það. Já. Og það er hægt að stilla, ef ég hef skilið þetta rétt, þú getur stillt ljósið og sagt, viltu fá slökun, jóka nýdra, psychedelics, eins og sveppi, eins og LSD, þú getur bara stillt ljósið. Já. Og ég prófaði að fara í þetta ljós og það sem ég fekk þá var slökun, en ég sá, og þetta er bara hvítt ljós, en það varpar á einhverja stöðvar þannig að þú byrjar að sjá mismunandi liti og ég sá alls konar sýnir, samt var bara ljósið á. Já. Og náði bara að leysa úr ýmsum málum í þessu ljósi, var þar í hálftíma. Og það komið svona eins og maður sér svona myndir af svona, þú veist, þeir sem að tekja LSD svona eins og alls konar munstur, ok?
Svo hefur það gerst eftir á og þetta gerist aðalega þegar að lifrin mín er þreytt og þegar ég er þreytt og þegar að ég hef verið með grasa ofnæmi og ég hef nuddað augun ógeðslega fast, alveg ógeðslega fast. Gott að heyra. Já, þá er ég reyndar mjög lengi að jafna mig augun, nema hvað. Að þegar ég nutta ógeðslega fast og ef einhver heyrir, má sérfræðingar með útskýra, þá fæ ég nákvæmlega sömu litina eins og ljósið. Þú veist, þannig að ef fólk vill spara sér og taka psychedelic, það ætti bara að nutta augun bara ógeðslega mikið þá getur þú byrja að sjá ekki að spara sér það. En, Nei, þú veist, ég meina að við vill prófa, þú veist, bara svona mini-tripp. Já, að mitt undirbúa sig. Já, þannig að það að íta augun, ég get alveg trúa því að það fer hafa komið svona, þú veist, ég vil nutta og þá komið eitthvað svona, eitthvað myndir, sko. Já, þú veist, mér finnst þetta svo merkilegt, að þetta er eitthvað í heila, þetta er allt þetta. Þetta er sko, þú veist, augun eru 2 litlir heilar sem hafa þrissir út úr höfuðkúpunni. Já. Og það er bara fakta, það er bara vísindamenn segja þetta í Stanford. Þú veist að þetta eru 2 litlir heilar. Það væri nú gott að maður geti nutta heila. Ég meina það er punktur, ég er búin að gera hugleiðslu, ég veit ekki hvað, 3, 4, 5 ár, sömu hugleiðsluna sem ég gerir meðal annars. Þá ítur hérna punktur sem fer beint eins og 90 gráður. Þú voru að segja samt, þú veist, að því að fólk sem eru bara að hlusta. Já, ok, ég íti hérna á gagnaugað með þumlinum og þá er maður að þrýsta á punkt sem að ítir við heiladinglu. Heiladingullin er staðsett frá nokkurn veginn á milli augabrúnana og þar er í 90 gráðu hotni, ef maður ítir við gagnaugað, þá ítir á þannan punkt. Svo ef að maður beinir athyglinni þangað, þess að gerir sér rangaðan horfir, þá er búið að rannsaka það að þú getur ítt þessum það verður þrýstingur og það þrýstist upp í heila köngul. Og heila köngullin er staðsettur svona eins og efstir punkturinn ofan höfðunum, fyrir þá sem eru með lokuðu augun og eru ekki að horfa. Og það er það sem maður talað um að þar, ef að það slær, þá hægra og vinstra heilahvel slær saman, þá er siðferðiskendin okkar rétt. En þegar þetta tókst þetta aðeins svo langt fyrir mig, en... Ok, og siðferðiskendin, það er þegar hægra og vinstra heilahveli vinnur saman og það er þegar... Siðferðiskendin? Þú veist, skilur við þegar það er svona nokkurn veginn jafnt á milli ég og við. Okay. Og ég veit að þú hefur í beinni orðið vitnaði þegar að þetta slæri ekki á rétta strengi. Þú hitt eitthvað fólk sem hefur verið með siðferðiskendina á öðrum stað. Heilin hefur verið öðruvísi víraður. Ekki marga. Ekki marga. En sko, heila dingullin er mitt á milli augnbrúnanna og... En fólk er mishátt enni. Já, en hann er, já, en heiladingullin er sko meistarkirtillin, hann er kirtillin sem vinnur fyrir alla hina kirtlana. En hvað er þriðja auga? Er það það er þessi. Og þetta það er þetta? Já, og það er það sem Egyptarnir máluðu, þú veist, sem svona stórt auga. En svo er það, ef þú tekur mynd af heiladinglunum, tekur mynd inn í heilan, þá er það eins og egypskt auga. Og egypska augað er svona, það kemur eitthvað svona snúður á. Já, snúður, það er heiladingullin. Já, það er eins og svona sníill eða þannig. Já. Það er þetta yfirform. Já, og þessi angi þarna, það er svona svo hönd og það er líka á íslensku er að kalla undirstúka og undirstúkan, hana er hægt að örva með því að tala eins og við erum að gera núna, tala og nota tunguna, íta tungun upp í góm, með að syngja, með því að bara gera svona hljóð, svona lalala sem er mjög gott og þess vegna er svo magna þegar fólk eins og lendir í áfalli eða lendir í að maður fyrir hægt að tala. Maður dættur í það bara, og þá er í rauninni mikilvægt ekkert endilega að segja hvað gerðist, hvað ekki, þú veist, að reyna að segja bara góðan daginn, mjólk eitthvað, þú veist, að nota til þess að örva, setja heilan af stað. Böll lenda mikið í þessu, verða svona bara hægt að tala. Já, þess vegna er svo mikilvægt að það er hljóðörfunin og það var horfða á sænskan þátt í gær á RÚV svefnvanda sem var eitthvað, hann var svo skemmtilegur, hann var mjög skemmtilegur. Okay. Og þar var
eldri maður, ótrúlega mikið krút sem að var í svefnvanda, blaðamaður og og svo var svefnráðgjafi sem var líka og kendi honum jógaæfingar og sagði að alltaf þegar þú þværð hendurnar prófa þá að syngja. Já. Að nota röddina meira heldur en þú ert. Þannig að ef að maður finnur, þú veist, sem náttúrulega bara að kæfa aðra í einhverju tali, en ef maður finnur og maður ekki að nota röddina að syngja, þú veist, að því það í rauninni að örfa svo mikið í heilanum. Auðvitað. En ég man eitthvað tíman fyrir mörgum árum, þá fórst á okkar námskeið eitthvað svona, þú náttúrulega lærð svo ótal margt og þú varst að tala eitthvað svona gapa og alls konar. Já. Hvað var það? Já. Nei, gapa gott? Fyrir hvað er það? Já. Gapa og eitthvað, það voru eitthvað 3 sem varst að tala alltaf. Inositol og NAC. Já. Já. Þetta. Í hvað mat er gapa? Gapa, nú þarf ég að rifja það upp, gapa í slökunar, það er slökunar. Gapa í litlu magni ég byrjaði eins og þetta var í Ameríku, eitthvað svona online, eitthvað svona addiction supplement nám. Alveg rétt. Fyrir fík. Já, en það var á nóttunni og ég sofnaði og ég var með headphones og snúru og ég vaknaði að ég var að hrjóta í tíma, þú veist, bara hello, sorry, there's somebody snoring on the line, eitthvað. Hvað ógeðslega. Já, og ég var svo desperate, maður langaði svo að læra eitthvað þetta, nema hvað, að þar var upphafið af því, var rosalega áhugavert. Það var að tala að þarmaflóran í samfélögum sem hafa verið á ákveðnu fæði vist margar kynslóðir, eins og indjánar og líka margir á norðurhveli, og svo allt einu breyta þau og fara í eitthvað svona vestrænt mataræði og svo hafa þau skoðað sem sagt fíknihegðun, þú veist, þannig að þar sem er meiri alkoholismi og svona. Og samkvæmt þessu, og þau eru líka svolítið á þessu Gabor Mate og Kó, að ef einhver ætlar að verða edrú, nú langum við bara að fara að kaupa Inositol, að þá þarf að byggja upp þarmaflóruna ekki bara með edrúmennsku og það kallast food supplement og þar er meðal gapa sem að er slökunar, mér langar bara að kaupa það núna, kannski er það. Það fæst hjá Ná. Já, einmitt. Þeir eru með gapa. Og svo er Inositol sem er alveg ótrúlegt vegna þess að Inositolið, það virkar ekki eins og svona instant, þú finnur ekki á þér, það byggir upp í þarmönum að þá og ég var alveg fundið fyrir þess að minka þráhyggja, af því að þráhyggja hún kostar svo mikið að það reynir svo mikið á okkur að fá þráhyggju og líka við erum að éta upp serotónin þegar við erum að fá þráhyggju. Já, og til þess að spara það, þú veist, þó sem að sé að gera eitthvað annað, þá getur maður nota Inositol og svo er NAC sem að er vinnur einhvern veginn á lungun og ég hef notað það líka til þess að byggja upp eftir að hafa verið í myglu. Já. Ég tek ekki mikið að bætaefnum. Ég tek samt eitt ógeðslega flott, það er frá Jörd. Jörd, Birna bjóð það til. Já. Það er rosalega flott, svona þarmaflóru. Svo tek ég Þara. Já. Og Sink held ég. Ég meina, ég veit að ég tek það ekki á sömur. Færðu þráhyggjur? Já, alveg. Já. Ég er svona algjör, ég fer frekar í þráhyggju heldur en þunglyndi, sko. Já, ok. Ég er ekki svona þunglyndistýpan, ég er þráhyggjutýpan. Ok. Af því að bara það sem ég hef upplifað af reynslu og það sem ég líka séð er að það er til ýmislegt. Það er sko þráhyggjur, þú veist, það getur verið, við þurfum eitthvað til þess að koma okkur í núið, að finna ró, til þess að greina, er þetta alvöru sár eða er þetta þráhyggja? Og það er það sem þetta getur hjálpa manni með, að maður bara svona, þú veist. En þráhyggja er bara svona búli, það er bara eitthvað sem er að leggja manni í einelti. Já. Og þráhyggja finnur alltaf nýjan veg. Hún segir bara eitthvað, en getur verið að, þú veist, getur verið að þessi manneski svo tala við og hún róaði og sagði að þetta var ekki svona, getur verið að hún eitthvað verið bara kurteis eða en síðan líka fólk með bara slökkt í eldavélinu og það allt
ég er ekki alveg þar, þetta er meira Mhm. svona hugsanir sem Mhm. ég, sem svona ná mér. En Mhm. ég er að hugsa líka svona hvað ætla að sé að því að allt sem er að koma upp í okkur er hjálplegt eða, Já. þú veist, kemur til að hjálpa. Mhm. Og maður er að pæli, þú veist, já, þetta er náttúrulega einhver partur af manni sem vill ekki að fara illa fyrir manni. Mhm. Og maður þarf að finna rótina að, sko, hvað er þessi þráhyggja að, hvað er hún að reyna að koma í veg fyrir? Mhm. Og maður þarf að finna hjartað í þráhyggjunni. Mhm. Mhm. Svo finnur bara nákvæmlega hjartað í henni Mhm. og það þangað svo ferð að vinna. Mhm. Svo það er ekki, skilurðu mig? Já, algjörlega, ég er að hlusta, ég er nefnilega Og hjartað í þráhyggjunni getur kannski verið, þú veist, hjá einhverjum sem er alltaf þú veist, tjekka á hvert sé slögt, þú veist, hjartað í henni bara, ég vil ekki vera ein og einmana og missa allt og þú veist, veldskaða eða eitthvað, þú veist, það er ekki bara, já, ég þarf bara að hætta að kveikja og slökkva á eldavélinni. Held ég er engin sérfræðingur og ég vil alltaf taka það fram. Bara, Þetta eru mikilvægar vangaveltur, ég held að sé líka bara nei, það. þetta er samt eitthvað svona byggt á eitthvað sem ég hef heyrt og frá sérfræðingum, en ég gæti verið að hafa þetta vittlust eftir og en þetta er svona, já, þetta er þetta að finna hjartað í þráhyggjunni. Hver er raunverulegi óttinn? Og síðan birtir hann sig bara samt kannski ekkert svo fáránlega. Hefur þú, ef þú myndir fá þráhyggju, hefur þú vilja að finna lausn eða leifur því að vera eða þú veist, hvað gerir þú? Hvað meinar? Ef það er þráhyggja, þú veist, finnst þér það trublandi eða ertu bara, já, ég bara... Já, það getur alveg, ef þetta verður mikið þráhyggju, það getur alveg mjög trublandi, eðlilega. Og já, fyrir alla. Ég meina, hefur þú ekki upplegað þráhyggju það sem er Ég meina bara, truflun? jú, bara alveg, endalaust það bara rifjast upp þegar þú ert að tala, að rifjast upp, ég hef oft séð og ég, fekk einn svona lána rosalega flotta bók sem heitir Smart Love. Já. Og þá bjó ég til svona hring og setti þráhyggjuna fyrir utan hringin, svona eins og hún væri tími á klukku og svo spurði ég, en fyrir hvað stendur hún raunverulega þegar kemur að því að næra mig? Og oftast er það þegar ég nenni ekki að gefa mér að borða, nenni ekki að elda eitthvað, þá kemur einhver þráhyggja út í eitthvað sem tengist ekki málinu. Wow. En leið og ég sinni mér, þá hverfur þráhyggjan. Já, já. Og Já. þú veist, það er eins og þetta var svona smart love, að þú veist bara bæði elska sig og aðra. Þá kannski ert að segja þá með öðrum orðum Það sé flótti, þú veist, að sé já, að sé eitthvað sem maður er ekki að sinna og það er svona kom bankin upp á. Það sé oft tengt að taka ábyrgð. Það getur verið taka ábyrgð og sérstaklega kemur að fullorðins heilanum. Og það sé litli Þú gerir heil. hlutina svo flókna. Finnst þér flókið? Mér finnst ekki þetta einfalt. Mér fannst ég alveg vera að koma með þetta, bara finna hjartað Já, og það er sárið. Bara, já. og síðan finnur þú hjartað bara, já, ég vil ekki, þú veist, ég vil ekki missa allt og það getur þú farið, hvað gerðist? Mistur eitthvað mann allt eða bara eitthvað í forfeyðinu, mistu þeir allt og það er hjartað og þanga ferðu og, já. en þarna, já, þú ert að segja að þú ert með aðra kenningu. Nei, ég meina, ég held samt að þú sért að fara miklu kærleiksríkari og mýkri leið. Ég er svo mekanik. Ég hef ekki þolinmæði í svona kærleika. Nei, að þú veist, Ég skilði. skilurðu, En ég meina líka, þú veist, þess vegna eru til svo margar leiðir, bara til að vinna með sig. algjörlega, já. Af því að, þú veist, Já. ég get ekki farið eitthvað svona, hvar er ég ekki að taka ábyrgð, akkur er ég þrá ekki núna, eitthvað, og ég skil það bara ekki alveg leiðina. En síðan eru svo margar leiðir fyrir allar Veistu hvað þú þessar ert með tegundir af heilum Já. og veist, já. Sko, ég er með Merkur Steingate og Ég er með Merkur í sportdreka.
sko, Merkur stendur... Það gerir mig geðveika, sko, held ég. Sko, það fer bara, já, þá skil ég því þá vinnur þú svo mikið svona í flæði og svona, en stengið... Nei, merkir hugsun. Já, en það ekki líka, þú veist, hvernig þú vinn... Já, það hugsun, já, einmitt, ég stengið. Ég er bara, þú veist, mekanik, já. Bara... Sem betur fer, ég meina, Jesus Christ, eitthvað verður mann að fá, eitthvað smá, tengt eitthvað smá. Ég held að þetta merkir í sportdrykki og mér, þess vegna hef ég svo mikið áhuga á svona sækíkinu og að koma því í orð, í hugsun, sko. Þú veist, og síðan talar við eitthvað annan sem er bara prósessir tilfinningarlega og svona. Býtu, ég þarf aðeins að taka það. Blessaður, ég er í podcasti. Podcasti. Já, þarf að klippa þetta út. Þarf að klippa þetta út. Þarf að klippa þetta út. Já, byggilega. Nei, mér finnst það flott. Þú þarf að koma í þáttinn. Sem fyrst. Já, ég gera það ekki. Ok, ég hringi þig. Ok, bye. Já, bye. Hérna, það var rúslega fyndið þegar hún var hún Sigga. Þá hringdi einhver og hún var eitthvað bara, þetta var bara svo fyndið, eitthvað sem fór að koma í gæsum til hennar. Hún tók það. En hún tók það líka á speaker, sko, við erum að gera það bara núna. Já. Og spyrja fólk hvort það sé saman. En hvað var ég að tala um? Sportdrykkinn og... Já. Já, en svo vil ég alltaf koma orðum að þessu. Þú veist, allt þetta tilfengulega, þá vil ég svona, ég skilja þetta geta sett í orð og, já, ég veit það ekki. Ég meina að það er náttúrulega líka, þú veist, sportdrykkinn kafar á dýpið og sækir og, þú veist, er svona spær. Já, hann líka ekki hrættur við, nei, ekki hrættur við myrkrið og þetta. Eða myrkur, eða einmitt, hann er ekki hrættur við myrkrið. Já, þess vegna er ég... Þess vegna er ég að segja að þú ert að fara svo lifandi, organik, flotta leið sem bara finnum hjartað og meðan að þú veist, ég bara strúkturum þetta, finnum þetta, gerum þetta, bara leysum sódokú. Já, eins og þetta sé, eins og þú, ég minnst, eins og þú orðar þetta eins og maður sé ekki ábyrgur. Maður þarf að finna svið þar sem maður er ekki ábyrgur, þar sem maður er í þráhyggju, maður þarf að taka ábyrgð á því. Það getur vel verið, þú veist. Ég samt finn það ekki þannig. Ég finn þetta svona í... En ég held samt við séum að segja það sama að því að í rauninni þráhyggja að mörguleiti kemur út af, það getur komið út af sári, út af áfalli, út af óróleika, út af, það getur verið svo margar ástæður. Og eins og þú ert að segja, þú ferð í hjartað á málunu, segjum sért með þráhyggju út í... Ég bara segja eitthvað sem eitthvað sagði, skiljum, þetta er ekki mæn vensum. En ef maður er með þráhyggju út í aðra mannesku, hvað heldur að það sé? Hvað heldur þú að það sé? Ég meina, hvað, ef þú verður með þráhyggju, hvað er bakvið það? Hvaða löngun er bakvið það? Ég túlka það. Hvaða löngun er bakvið það? Sko. Að vera með þráhyggju aðra mannesku. Hvaða löngun? Löngunum sem allir eru með, vilja vera elskaðir, vilja elska, vilja einhver, þú veist, sjáum sig, vilja vera náin, vilja opna sig, allt þetta sem við viljum. Já, akkurat. Það er svarið, fyrst mér. Já. Já. En þú veist, svarið og hvernig þá er ábyrðin að, hvernig get ég mætt því fyrir mig. Þar myndi ég setja en ábyrgð. Hvernig get ég mætt þessu fyrir mig? Sko, hjarta mitt segir bara, já, þetta er rétt hjá þér, en, sko... Og það getur verið samband. Nei, ég bara, sko, máli er að þetta er líka svo flókið að því að ég held að minn skilningur í dag er að þetta er flótti frá sjálfum sér, enn og aftur, frá sársaukanum í sjálfum sér. En hvað ef þetta væri, þú veist, að því við erum ekki í sálfræðitíma, þá getum við bara debata. Já. Tekið þetta svolítið á haustnum, sko. Já. En
hvað ef þetta væri nýt eða sem sagt þörf? Hvað ef þetta væri bara eina grunnþörfu manneskjunnar að vera elskuð, að vera séð, allt þetta og að þetta sé þörf, þetta sé ekki eitthvað svona að þú sért ekki eða sá sem með þráhyggju út í eitthvað aðra manneski að svo manneskja sé bara ekki að standa sig. Bara hún bara ekki að standa sig, hún bara ekki að taka ábyrgð á, þú veist, en já, að þetta sé bara djúp þörf hjá manninum. Manneskinu. Akkurat. Hann má ekki segja manninum, held ég. Nei. Ég veit að þetta er nefnilega svolítið mikið bæði. Þú veist, þetta er eins og maður hugsar þarna. Mér finnst ábyrgðin koma inn fyrir ekki að grípa fram fyrir þér. En mér finnst ábyrgðin koma sko, hún kemur þá, ok, hvernig get ég veitt mér þetta í öðru formi? Einmitt. Ég er búin að horfa á rosalega... Ég tek það fram, ég er ekki sérfræðingur og ég er ekki sálfræðingur. Já. Fyrir þá sem að hlusta. Já, ég er búin að horfa á rosalega YouTube-vídeó, alveg bara alls konar og meðal annars svona, konur í Ástralíu og Bretlandi sem hafa verið að fara... Ástralíu, já. Heimsálfa, langt í burtu. Og og þar sem fólk er að fara á svona stefnumóta síður og svona í leita að ástinni og þráin er eðlilega og skiljanlega svo mikil að það er konur sem hafa verið að lenda í því að menn hafa bara verið að hafa út rosa mikið pening og þykjast vera ýmislegt annað. Og svo tekið viðtal við þessar konur sem að urðu svona ástfangnar, svo kom bara ljósa þessi menn voru bara ekki eins og með rétta mynd af sér og svona. Já. Og það var svo mikil sársauki, ég fann svo mikil sársauka með konum bara, en ég vildi bara fá eitthvað sem var að bjóða mér út og ég vildi bara eitthvað sem myndi bjóða mér drykk og þannig að þetta er rosalega flókið. Já, en þær segja, ég vildi eitthvað sem bjóði mér út og ég vildi eitthvað sem bjóði mér, sko, eða bjóði mér eitthvað drykk, ef ég bjóði þið drykk, þá held ég með hendinni yfir svona. Það má ekki setja neitt honni glasi. Sko, ef ég bíði drykk, þá er ég að sýna þér hvað? Bara, þú vilt eitthvað í staðinn? Nei, þú er að sýna þér umhyggju. Ég veit. En þú veist, það er hjartað í þessu. Já. Þær segja, mér langar eitthvað að bjóða með drykk. Það getur sagt bara, hvað er í gangi? Þetta er eitthvað stofnun, þetta er mjög alvarlegt. Halló? Já, blessaður. Heyrðu, má ég hringi þið eftir svona hálftíma eða klukkutíma eða eitthvað svo? Má ég hringi þetta númer? Ok, takk hérlega, takk, bless. Það var rosalega alvarlegt. Já, þetta fór ekki upp átt. Já, þá eru þær að segja, mér langar bara í umhyggju og mér langar einhver, þú veist, og líka það að þegar eitthvað gefur mann eitthvað, þetta er svo mikil sagt, þetta er bara, mér er annt þig, ég vil að þú sért nærð, ég vil að þú sért á lífi, þú veist, ég vil á blómstrir, þú veist, hver vill ekki eitthvað í lífi sem veitir þetta? Algjörlega. Einmitt. En, þú veist, en fyrir suma er það bara áhætta, þú veist, finnst það hættulegt. Já. Og við erum ógeðslega flókin, en ég held að það sé svo, við erum rosalega flókin. Og við erum líka held ég með mjög ólíkt bara karma og á rosalega ólíkri vegferð og þú veist en ég hef mjög mikla þörf fyrir að
þú veist, eitthvað segi, þú veist, mér finnst það rosalega gott. Mhm. Og mér finnst gott að taka við því, sko. Mhm. Eitthvað segir, má bjóða þig drikk eða, Mhm. en En auðvitað, þetta alveg partur af svona grunnþörfunum, en hérna, það aðalega bara þetta, hvað heilbrigð þráhyggja og hvað bara þegar það fara að taka fólk. já, en þú veist, þegar þráhyggja, til dæmis, þegar maður fekk, þú veist, hérna í gamla daga og það var eitthvað sem vildi mann ekki og maður fekk þráhyggju. En það samt alltaf upplýsingarna bara, þú vilt eitthvað elski og þú vilt elska. En þegar maður fyrir að setja það á eina mannesku og hún á að eitthvað neginn uppfylla það og hún vill mann ekki, þú veist, þá náttúrulega, já, hvað það? Það eitthvað. Sko, ég held, með fullri virðingu fyrir öll þessu, þá held ég að þetta taka þetta meira út í svona bara eðlisfræði og líffræði og þarna kemur enn og aftur, sorry hvað ég bara Nei, út úr þessu. þú þarft Já, ekki bíddu. einu sinni að segja með fullri virðingu, sko. Ég Ég segi með fullri virðingu fyrir eðlisfræði og, Já. að Ég hlusta með fullri virðingu. Já. svona þráhyggja, ég held að sé hægt að fá þráhyggju út í hvað sem og ég held að þetta tengist líka eitthvað í sambandi við nú fyrir tilbaka í þetta með fíknir, að því að þráhyggja svo mikill óróleiki og það svo óþægilegt að vera í því. Það getur verið þráhyggja bara, þú veist, ég þarf að fá þennan bíl, bara þennan bíl, þá ég ekki á bílum eða eitthvað, ég þarf að fá svona og festast í því. Og þarna koma boðefnin sem eru í þessum, þetta kallast aminosýrur, Já, því góða nafni aminosýrur, og það hvorki, það í rauninni prótein inngjöf og það mjög mikið í þessum kraftliftingar dufti, þar mjög mikið aminosýrum sem bara mjög gott. Þar GABA og þetta Já, ég þekki það ekki, maður það bara að lesa á en mér svo gaman og þú nefnir GABA, þannig að ég held að ég ætla að fara að stúdera það svolítið aftur, GABA, af því að hvort sem að við í grunninn eðlilega þráum ást eða umhyggju eða vilja gefa ást og kærleika, að þá það besti staður að vera á það að ná þessum frið sem að maður getur fengið með trú, guði eða andlegri iðkun eða eitthvað og það skrýtna þetta líka boðefni, þetta boðefnarugl. Ok. En hvað með, ég kom með eitthvað mjög góð hugsun, Pítur, hvað með ef þráhyggjan, tekum þetta dæmi, maður með þráhyggju út í ykkur mannesku og maður að lúpa í henni að fara hring eftir hring í þessari þráhyggju og með sjálfan sig í einelti, að það sé allt til að ganga, að því að maður vill ekki gangast við þeirri hugmynd að þetta sé raunveruleg þörf hjá manni og maður raunverulega þarf eitthvað. Ég veit ekki alveg, þetta kannski ekki nóg. Nei, nú ætla ég að taka... Nei, ég meina að það sé að maska, að það sé maska, þú veist, þetta verið í þráhygginu, það að maska, það að maska sársaukann kannski við að hafa mist þessa mannesku, maður bara í haustnum, maður ekki í neinum tilfinningum og maður bara stjórnlaust og náttúrulega í mjög miklum sásauka líka sem samt svona huglægur sásauki myndi ég segja, að maður að maska, að fara inn í þetta, prósessera þetta, gangast við þessu, bara það búið að mölvi í mér hjartað og bara og þetta ógeðislega vont og verið líka mannum fara inn í þetta. Bara kenning, ekki sett fram að sérfræðingi. Ég held áfram í þessu, núna sko... Ok, en hversu, þú veist, ætlar að taka boðefni? Ætlar maður að taka boðefni við þráhyggjuna sinni? Já, sko, þá, núna kemur nefnilega eitt að sem að tekur undir það að það ekkert endilega alltaf málið að vera í núinu. Það mjög mikilvægt fyrir mannskepnuna að hugsa framtíðina. Akkurat, og fortíðina.
Já, og þetta þekkja sig og þetta kemur úr hérna þessu ógeðslega flotta prógrami sem ég tengdi sem heitir Beyond Addiction sem nú ennþá til og þar flottir kennarar frá Kanada, þar meðal Gabor Mate og þar kemur fram að heilinn þinn, ef að verðum í þráhyggju, það gæti verið þráhyggja bara út í meskalín eða heroín. Þú veist að þá bara það og það bara fyrir aftur og aftur að því að þú ert alltaf að taka inn myndin aftur. Þú veist, eða þetta geti verið hérna, þú veist, gaurinn út í bæ en þú tekur alltaf myndina inn aftur. Þetta ekki eins og þetta sé bara en þú veist, að það það sem fyrir fram að þig. Og þegar maður fyrir að þekkja sjálfan sig og segir en ég þrái ást og umhyggju. Ok, þá þessi hérna nonni út í bæ hann ást og umhyggja? Nei, hann tengist fortíð og þá það sett á annan stað, sem sagt myndin og heilinn sem sagt framleiðir ákveðin boðefni. Þannig að ef við erum í þráhyggjunu þá erum við að éta upp boðefni og þá erum við í rauninni og jafnvel að búið til skömm, þannig að við erum að drepa niður alveg og þá erum við að drepa niður dópamínið en samkvæmt þessu, þetta alveg í hérna, þessum bókum Beyond Addiction og fremstu blaðsjónum þá talað þessa undirstúku sem við byrjuðum að Var það ekki Gabor Mate? Jú. Það talað að undirstúkan, þessi hérna, egypska auga þarf sérstaklega á 4 mánaða fresti fá eins og maður segir bara í tölvuna update á desktop og spyr hvað viltu? Og sérstaklega ef einhver hefur átt við einhvers konar fíknivanda eða þráhyggjuvanda eða eitthvað, þá mjög mikilvægt að spurja sig og þetta hérna í bók líka sem heitir Býtu, höldum okkur, hvað viltu? Já, segjum sem svo að þú segir já, ég sár, ég myndi gjarna vilja fá ást og kærleika. Akkurat. Ok. Þetta það sama og ég var að segja á það. Já, nákvæmlega. Okay. En það sem að mikilvægt að þú sitir það fremst í frontin og þráhyggjan verður þá bara verður að kveðjana. Eins og ef þetta væri heroín eða áfengi eða bara þú ert raunverulega hjálp henni, þú ert að segja ég komi með það sem þú Já, ég skil þú kannt ekki alveg að byggja þetta elsku þráhyggja, það sem þarft og ég skil þig og ég komi með þetta og ég ætla að veita þér veistu samt ég var að segja eitt, ég þól ekki að bara svona skíti inn í þegar heilanum líkt við tölvu ég verði alveg brjálið Þegar heilanum miklu flottari þú veist, það bara eitthvað svona já, og líka með ég skal bara taka það fram, ég veit ekki neitt tölvur, ekki neitt nei, sérstaklega þóli ekki þegar þú segir það þú veist ekkert ég veit ekki tölvur en ég veit alveg, ég veit miklu meir heilan ég veit meir heilan heldur tölvur, sko ég veit það En frontdeski setja þá spyrja á 4 mánaða fresti hvað það sem ég þarf núna? Já, vegna þess að við erum með En spyr maður sig ekki hverjum degi eitthvað svona, hvað þarf ég? En þá ertu ekki með þetta á þessu, þá ertu ekki með þetta á í framheila fókus. Þá ertu með þetta í svona Nei, en ég minna bara þegar maður eitthvað svona farin í daginn bara þarf ég að fara, þú veist kannski þarf ég að fara í sundi og ég fara ræktina Já, þetta náttúrulega bara mjög gott. Allt svona gott af því að þá ertu, því að þetta gefur manni drifkraft. En ég að meina þegar að maður kannski komin á þann stað að þetta bara fara að detta svolítið niður, þarf maður svolítið að taka sér taki. Já, bara daglegt líf bara maður komin í rúmið, bara þrá ekki. Já, það getur alveg verið þannig og þá mjög mikilvægt að spurja og það getur alveg verið erfitt. Hvað það sem ég þarf? Já. Þetta ótrúlega mikilvæg spurning af því að og hvað vil ég? Hvað vil ég? Hvað þarf ég? Já. Af því að, þú veist, fólk kannski að gera líka hluti bara til dæmis hreyfingu. Já. Þú veist, sem það þarf ekki, það þarf eitthvað allt annað. Já. Eitthvað annað. Það kannski bara að fara í tennis eða eitthvað. Já. Þú veist, staðin fyrir að vera, skilur mig, bara hvað það sem, hvað virkilega þarf ég, þú veist. Eða þarf ég að tala við eitthvað núna, þú veist, þarf ég, hvað vill líka með borða? Já. Núna, það fiskur eða kjöt? Þess vegna get ég ekki gert svona mataplan, svona fyrir vikuna. Nei, einmitt. En það bara flott, þá ert þú svo vel tengd. Nei, ég held nú ekki, en, takk samt, en
En ég held að þetta sé svolítið mikilvægt. Og að maður, já, hvað þarf ég? Svona hvað... En ég kannski, já, en sér getur þetta að fara út í öfgar, maður er kannski óagaður eða eitthvað. Ég veit það ekki. Ég veit það ekki, veistu hvað, maður á bara ekki að láta neitt segja sér neitt. Aldrei, maður aldrei að, ég held að það sé líka stóri galdurinn, það er að taka bara það sem að maður fílar og svo, þú veist, aldrei að láta einhvern annan, sérstaklega í þessu samfélag sem við búum í, þú veist, það er enginn að fara að ráða yfir neinum. Ég skrifaði einu svona leikrit og þá segir hann, bókin er inn í þér. Bókin er inn í þér. Þú veist. Já, akkurat. Og ég held líka að sé mikilvægt að maður þekki sig það vel að maður finnur þetta er svo formúla sem henda mér. Þú veist, sumir vilja fara alltaf í sund á mótnana, sumir vilja byrja daginn seinna, þú veist, að maður sé í takt við sína formúlu. Við sín. Já. Það sé bara aðal, triksið í þessu. Takt við sig. Já. Og það er náttúrulega mest heillandi fólkið. Já, einmitt, sem er í taktu sjálf. Já. Þú sagt þetta áður og sagði þetta líka hana vinkun okkur, Sisters Versace. Já. Donatelli. Já. Að hún er bara í taktu sig. Já. Og það er bara einhvern veginn ekkert flottar en það, þú veist, og... Ásdís Rán. Já. Þú veist, þetta fólk er bara í taktu sjálf á sig. Og þar kemur... En akkur er þetta fólk dæmt svona mikið? Já, það er góð spurning. Ég meina að því að er það ekki bara það sem að maður óttast mest þegar maður tekur skrefið að vera alveg eins og maður vill vera að þá mun ekkert öllum líka vel við mann. Já, og það er það sem er best. Veist, þá ertu bara safe. Já, af því að einmitt, ef maður þarf að vera rosalegu safe zone sko, til að öllum líki vel við mann. Já. Og maður þarf að vera bara eitthvað svona blend inn. Já. Svona blandast inn í hjörðina til að öllum líki vel við mann. Eða bara hafa enga skoðun á manni. Já. Já, maður þarf að blandast alveg. Hugsaður þreytuna og hugsaður bara, þú veist, í kjarnan. Hver ertu þá í kjarnan? Þú ert náttúrulega eitthvað í kjarnanum, en bara, þú veist, og ég get alveg skilað. Ég hef alveg bara átt tímabil í lífinu sem ég langaði bara að blandast inn í og bara ekki, og veist, ekki rugga neinu. Þú veist, það er rosalega sárt, það er rosalega sárt að vera þar. Og ég er rosalega eiginlega þakklátt fyrir að hafa upplegað það og líka bara að maður komist út úr því líka. Já. Það var bara, þú veist, já, þetta er allt gott. En hvað ertu með spil? Já. Veistu hvað ég keypti þetta, ég fór á draumafund. Já. Hjá Hrund Alla, sjáta þetta, hana, draumakennara. Og ein í hópnum var með þessi spil. Ég vil ekki segja nafna því, ég veit ekki hvort það vilji. Þarna mér dreymdi nót að Cinque Terre er bara eitthvað svona, eitthvað land bara sem tengdist líka, þú veist, Vatnajökli bara sökk í sjó. Býtu Cinque Terre, hétta það? Nei, bara þú veist, það er svona þorp, þetta var bara eitthvað þorp í draumum. Og hvað hétt þorpið? Það leit út eins og Cinque, þetta leit út eins og svona litríku húsin, svo var þetta eitthvað hús og þetta var eiginlega í Faxaflóa og svo bara sukkuðu niður og ég hugsaði bara, vá, en heppilegt ég á myndir af þessu. Og svo bara en hvernig var tilfinningin? Bara eitthvað svona... Tilfinningin var bara, ég var bara algjör áhorfandi. Já. Þú veist, ég var að hugsa, er þetta eitthvað hjá mér? Getur vel verið að sé einhvert land innuna með mér sem er komið undir sjó, þú veist, sem er bara búið, sko. Getur verið. Það geti verið svoleiðis. Og ég horfði bara á það og ég hugsaði, vá, gott, ég allavega myndir af þessu. Já, einmitt. Vá, flottu draumur. Já. Skrifar það á niður? Nei, reyndar ekki. Ég var að hugsa í dag. Ég var úti með hundina að hugsa bara þyrfti kannski að skrifa niður. Að þegar fennir yfir það. Svo líka bara þetta taka upp á síman. Já, einmitt. Þú veist, bara upp í rúmi og að veit að maður, þú veist, vakna kannski ætlar að sofa þess lengur og... Svo fannst mér ekki gera gagn, allir eitthvað að gera gagna þegar var bara, þú veist, alltaf fara undir sjó
og svo tók ég Já. 3 manneskjur sem voru í kvíðakastu og hélt yfir bringuna á þeim og svo kom hérna fyrrandi leiðbenda minn í háskólanum og sagði, já, þú gerðir gagn og ég vaknaði, já, ég gerði gagn. Vá. Hann heitir Sumarliði Ísleifsson, þannig að það er svona svolítið flott. Mér dreymdi hann að, já, þú gerði gagn eitthvað. Mér fannst eins og ég hafi ekki hjálpað til í þessum hamförum eða eitthvað. Og svo, Viltu heyra í þættinum ef þetta verður minn draumur eða eigum við að taka bara privat? Að því draumar eru svo fara svo nálægt manni. já, þú mátt alveg segja ef það er eitthvað. Bara er þetta ekki bara, þú veist. Ég myndi segja að það væri ef þetta var minn draumur myndi ég halda að veri 3 partar í mér sem væri í kvíðakasti Já, yfir þessu að þessu væri að ljúka, að þessu Já. borg væri að fara já, og þessu skeiði eða já, þessu, já, einmitt og Sumarliði Ísleifsson. já. Og líka það er svolítið merkilegt. Já, það er svona það er eldur og ís. Já, já. Sumarliði, Já. svo þetta var gaglegt, öll reynslan. Já, já. Ég myndi sjá það að reynslan hafi verið gagleg af einhverjum eldi í suðrinu og ísnum í norðrinu, Já. Sumarliði Ísleifsson. Og þetta voru sko bara jöklar og þetta var, ég horfði á Faxaflóa, ég horfði bara eitthvað rísa hús bara fara undir. Vá, ég myndi skrifa niður. Já. Og bara borg, en ég held ég veiti samt líka því að pappi var að segja mér sögu frá Vestfjörðum þar sem að helmingurinn af hvalbát hafi verið étin og öll áhöfnin færði sig yfir á hinn helmingin og þau björguðust, þú veist, það var að segja mér þetta gærkvöldi og ég held þetta hafi bara farið svona á Já, dýpið. en síðan líka einhverja ástæð pikkar undirvitundin þetta upp af því að henni finnst þetta góð leið til að lýsa einhverju sem á við mann, þú veist, sálarlega. Svo það er ekki bara eitthvað svona að þetta gerist, finnst mér. Nei, ég er alveg viss um að Já, það sé þannig. Já, Sko. fara eins betur í einu draumi og viltu eftir. Hvað dróstu? Hvað? Wizard. Já. Þýttu voru þýða. Wizard, Má ekki vera hann segir að ég geti verið sem sagt, með sjarma og haft áhrif á þessum tíma og þarf að vera vakandi að því að hann kemur með einhverjar einkenni, eða sem sagt, getur verið svona erfiðar ábendingar að þú hefur verið notuð eða ert að nota einhvern annan. Og þegar að þú finnur að þú ert í stöðu sem sagt, authority, sem sagt, í einhver svona stjórnar eða valdarstöðu og hefur áhrif, þá verður þú að sem sagt, vera meðvituð að nota það vald til hins góða en ekki fyrir persónulegan gróða og ekki að ögra né að tálbeita þínu egói og sérstaklega ef það eru einhverjar svona andlegar gjafir á ferðinni og þessar núverandi aðstæður gætu verið eins og til þess að öðlast andlega visku sem að þarf að færa áfram með hvað sem er integrity, svona eins og með reisn, integrity. Nei, það er svona með integrity. Svona, ég veit það ekki, ég má það ekki. Sko googla það. Já, haltu bara áfram. Og Já, og já, það er svona að vera ærin eða heilleiki eða eitthvað þannig. Þú veist, vera heill í sínu. En svo kemur self-importance
impeccability, egotism og more ego, less spirit. Það þetta svona erfiða við þetta og ég held að þetta sé svolítið það sem ég var svona aðeins að tala við þig fyrir þáttinn, þú veist að Sína áhundu bara að spila. þú veist, hvað er ego? Ok. Takk. Sko, hérna kemur ekki ögra eða lenda í tálsýninni af egoinu ef að þig langar til þess að vaksa og öðlast alvöru andlegar gjafir. Nákvæmlega. Mér finnst þetta að vera svolítið... Þetta er þetta sem við vorum að tala um í Já, upphafi. já. Að þú veist bara einhvern veginn, Já, af því að þetta er, og ég sverða, ég var bara í gær og fyrir þetta einhvern veginn svona, þú veist, maður verður að vera allavega ég er reglulega vakandi, bara er þetta egoið, þú veist, hvað er í þessu? og hvað er fyrir eitthvað álit annara Já. og allt það Já, sem er akkurat. ego. Og ég segi að minn stæðsti brestur í dag er ótti við álit annara, þú veist, Já, já. þó svo að ég, En það er líka sagt að, þú veist, með svona jókagúrúa sem fara í einhvern helli og hugla í 20 ár, þar sem þeir eru síðastir að losna við er þegar þeir koma niður í þorpið, þú veist, hvað halda þorpsbúarnir um mig. Og, þú veist, að því að það á að vera sterkt í okkur líka. Að því við þurfum hvort annað. Við þurfum hvort annað ógeðslega mikið og við erum svo háð hvort öðru og við eigum að vera háð og allt það. Svo þetta er ekki eitthvað svona, eitthvað sem maður myndi alveg vilja losna við. Heyrði, ég fekk æðstaprestin, the highest priestess. hvað númer er? 14. Guardian, eða hvað það Já, einmitt, er. viska, leiðsögn og, vá, þetta er nú bara Ísis, en flott. Það er nú bara Ísis vangir á þessari og snákurinn og augað og innsæð og þetta er viska og það að verndari og prestinjan sem er að kalla á þig að láta þroskan og já, orðið þroska að vera þín leiðsögn og ekki að fara inn í skuldbindingar sem eru ekki í takt við bara þína þekkingu á þessari stundu Já, ok, einmitt. og þú gætir jafnvel orðið fyrir áhrifum eða hjálp frá manni eða einhverju í einhverju svona valdastöðu sem að gætu orðið að einhvers konar hvað maður segja ég ætla ekki að segja ágreiningi heldur svona litlum árekstrum Já, og sem að gætu haft áhrif þegar þetta spil er dregið hvað er það Gunnarsmári? Já, það er spurning. Það er stattu vörð þú þarft að standa vörðum að þú trúir á þig Já, og að þú virðir þína visku já, og virðir visku annara og að þú sért auðmjúk í þínum viðskiptum og samskiptum í heiminum og sem sagt einhver eldri og vísari veit með auðmygt an elder or wise one knows that og þeir sem eru þar vita hvað er hver er kjarnin í auðmygt og hér kemur og náðinni í að vera nærverandi present nálægur. Já, nálægur present það gæti verið að þú hafir
upplifað auðmýkjandi reynslu eða stöðu. Nú komin tími til að þú takir þig sjálfa upp og standir upp með þínu æðsta, langar svo muna orðið purpose, með þínu æðsta tilgang og nú bara tegjur þig átt að stjörnunum og í fullu sjálfstrausti og að þú hefur allar ástæður til þess að vera hér. Með visku algjörlega allt mögulegt og hér kemur auðmýkt highlighted sem sem sagt undirstrikað. Við erum svo magnað að því á ensku það hástrikað en við sem undirstrikað. Já, það svolítið áhugavert. Mér langaði, ég veit að það undirstrikað, það mér getur sagt í hávegum haft. Já, já í hávegum haft. Já. Og en ef ég skilja þetta rétt að þú gætir alveg átt von á að taka á móti einhverjum sem í áhrifastöðu eða hjálp frá einhverjum sem í áhrifastöðu og gætir átt von á að það yrðu einhverjum hnökrar. Þú tekur bara neikvæð á spánu, sko. Nei, ég sagði alltaf jákvæða fyrst. Já. Ég var bara að reyna að gá hvort ég sagt þetta rétt. Ég nenni ekki eitthvað hnökrum. En það ekki hnökrar. Nei, okay. Hvað ég segja, þú veist, mann kann respekt. Allt í lagi. En eigum að nutta kannski augun í lok þáttar? Nei, ég tími ekki og ég verð svo, ég bólna svo. Þú ert búin að mála þig líka. Já. Og líka ég En myndirðu segja að þetta veri gott nutt, augnutt? Hvernig líður þér? Mér finnst þetta bara geðveikt gott. Ég skil ekki af hverju ég ekki nutta augun meira. En hvað segir lifrin þín? Ertu þreytt í lifrinni? Nei. En ertu þreytt í öðru? Þú múið mikið símanum? Nei, nefnilega ekki. En því íti svona að það sé svona bláa punkt og svona skæra bara. Notar glerugu? Bara, þú veist náttúrulega nærsýni. Já. Eða hvað heitir þetta, fjarsýni? Ég man það ekki. En ertu þreytt í augunum? Já. Já. Ég nota augun mjög mikið. Já, þetta mitt aðal. Já, akkurat. Aðal svona verkfæri, myndi ég segja. Heyrðu, þetta var frábær spá. Kannski ekki beint spá, bara meira svona... Ég veit, þessi skemmtileg spil. Þeir eru yndisleg, alveg yndisleg. Mjög skemmtileg. Já, ég er rosalega flott spil. Sigga dró líka. En hvað er svona... Ég er bara líka með þetta. Ég kaup mér, ég hef ekki keypt mér spil, bara, þú veist. Heil lengi. En það sem við erum kannski niðurstaðan rauninni þetta með... Engin. Nei, engin. En samt, sko... Ég held samt að við fengum báða að spila eitthvað út frá því sem vorum að tala um ego og auðmýkt. Já, hvað kassi? Þú veist að þú veist að auðmýktin eitthvað, ég allavega, það eitthvað sem ég þarf að, já, og líka bara, þú veist, og veri ekki í þessu, þú veist, að halda að þetta sé eitthvað fyrir utan. Ég bara ekki þar núna sem betur fyrr. Já, nákvæmlega. Ég að kapna, en þú? Nei, ég bara góð. Þessi vifta aldrei í gangi? Ég held það ekki. Komið tími? Já. Já. Ok. 1 hour. Var þetta ekki fín? Jú. Eða var þetta ekki nóg tíma? Já. Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Óslega gaman á þessu máli. Var þetta ekki góð þáttur? Ég bara opna hurðina svo þú degir. Takk. Engi vifta hérna? Ég held ekki, sko. Var aldrei vifta hérna eða?